Við erum stödd hérna á Súlutindum ofan Akureyrar. Hér eru 40 manns samankomnir í einhvers konar hefðaklæðum til þess að í rauninni endurgera ljósmynd sem tekin var hérna fyrir aldamótin 1900. Við ætlum að fræðast aðeins nánar hefðaferð á Súlur. Vísindamenn frá danskri veðurfræðistofnun komu til Akureyrar árið 1899 til að rannsaka norðurljós og áhrif þeirra á veðurfar. Á Súlum, bæjarfjalli Akureyringa, reistu þeir búðir í 1200 metra hæð og dvöldu þar við rannsóknir. Af þessum hópi, auk nokkurra Íslendinga, er til fræg ljósmynd, þar sem hópurinn skálar í kampavíni í hefðarklæðum. Myndin fræga prýðir nú anddyri Icelandair hótelsins á Akureyri og varð hún meðal annars innblástur af því að fara í hefðarferð á Súlur og endurvekja myndina og stemminguna sem var á tindinum fyrir rúmri öld síðan. Stöllurnar Margrét Blöndal og Sigrún Björk Jakobsdóttir drógu vagnin í þessu verkefni og þeim dugði auðvitað ekkert minna en að fara alla leið. Í fullum skrúða, síðpilsi, skyrtu, hálsbindu og hatta. Auðvitað þurfti trúshestur að vera með í för en hann bar kampavínsglösin og þau voru að sjálfsögðu úr gleri, ekki plasti. Þannig að þið eru sem sagt að skoða þessa mynd og hvað var það nú við þessa mynd sem heillaði þig? Aðalega var það stemningin í þessari mynd og gleðin sem birtist þarna bæði með kampavíni og þessi glampi í augunum öllum sem ég heillaðist af. Þess vegna varum valin hingað inn í upphafi og að geta gert þetta aftur, að það er svo mikilvægt alltaf fyrir hótel að eiga einhverja sögu og við fengum þessa sögu með þessari mynd. Ég hugsa megi rekja þetta aftur til ársins 2008. Þegar ég tók við verslunarmannahelginni. Þá fór ég svona hugsa allt sem var í Akureyst og hvað er einkennandi fyrir bæinn og hvað er hægt að gera við þetta og gerði ýmislegt og eitt af því sem mér langaði til að gera það var að búa til svona einhverja spariferð á Súlur og svo var það nú ekkert úr því og því þetta náttúrulega er aldrei mál að gera þetta og framkvæma þetta. Svo nokkrum árum seinna þá tók ég við var ég með 17. júní fyrir skátana og það hugsa ég að vera alveg upplagt að tengja þá við svona spariferð á Súlur, einhvers konar spariferð og ég var ekkert alveg kannski með svona skýra mynd í huganum að hvernig þetta vera en svo sem sagt hitti ég mann út á götu, Sigga Bald sem að sagði mér frá þessari mynd sem var inn í minjasafni að menn hefðu nú alveg farið spariferðir á Súlur áður svo ég hringi Hörð Geirsson og fer að spyrja hann aðeins öllu saman og hann vissi alveg hvaða mynd ég var að tala og við fórum alveg á flug saman, ég og hann og það varð úr að það var farin pínlítil ferð. Ég held að hafi verið 5 sem að fóru og svona sem er svona þá kannski undanfarin að þessu öllu saman. Svo gerist bara ekki neitt. Svo sitjum við saman ég og Sigrún Björk og ég fer eitthvað að segja að það sé eiginlega bara eitt sem ég langi svo til þess að skilja eftir og gera í viðbót áður en ég flyt úr bænum. Og það sé að búa til svona hefðarferð á Súlur. Á þessari mynd eru Danir og Akureyringar og Danirnir sá sem að hella kampavíni Moltke Greifi, listmálari sem málaði þessar dýrindis olíumyndir sem á minjasafninu. Maður sem krýpur með pípuna Dan Lacour, eðlisfræðingur og hann gerði uppgötvun í þessari ferð og þeir gerðu nokkuð merkar uppgötvanir sem að tengdust rannsóknar norðurljósunum, uppgötvuðu fleiri ljósrákir í ljósunum heldur en vitað var Og síðan eru konurnar 2, Mara Kristín Stephensen sem var 16 ára þegar þessi mynd tekin. Lifði ekki mjög lengi, dó 1907. Síðan til hægri eru systkinin Anna og Axel Schjøtt sem voru af dönskum ættum. Hennar ást á myndinni og mín þráhyggja að komast í einhvers konar spariferð á Súlur. Þegar það sameinast, þá verður þetta til.
Well, I'm here for this climb of Mount Zulu. I've been here before, but coming here to Akureyri has always been a great inspiration. And as you may know, I have written a book about the painter Harald Moltke. Well, actually, I've been fascinated by Iceland for almost 50 years. I came here first time, I think, was in 1967 for an auroral expedition. But since then, I've been to Iceland many times, and I've enjoyed it really every time. But you know a lot about the work that was done here back in the days about the aurora or the northern lights. Yes. What can you tell us? Why was this place something special? Yeah, well, first of all, I should say that I'm from the Danish Meteorological Institute. And actually, the director of the Danish Meteorological Institute, Adam Poulsen, he took a very keen interest in auroras, starting with his expedition to Nuuk, well, at that time called Godthaab in Greenland. So actually, this expedition was first planned to go to Greenland. But then in the last minute, they decided that Akureyri would be a better choice because it was easier accessible and the weather was better for aurora studies. So therefore, they decided to go here. I think part of the reason is also that at that time there were Danes living in Akureyri, which they could contact and have quarter with. And anyway, they came here in 1899 in early autumn and stayed through the winter and went back to Denmark the following summer. And with them back, they carried some scientific results, but the most valuable of all was the set of paintings made by Harald Moltke. 19 unique auroral pictures. You will, even today, you will not see paintings that quality made of aurora. You can have bright photographs, okay, with a modern technique. I spoke to a photographer yesterday who told me that in his photos of the aurora, he cannot catch the details that Moltke actually catched in his paintings. And the reason is simple. Moltke could make a moment vision of the aurora, make a quick sketch, and then the next day paint it accurately as he had seen it just in a glimpse. And now they're leaving in the fog. We should probably follow, but yes, it's amazing to see everyone dressed up today. Yeah, and it is also to me. I mean, it's a great experience for me to be here with this team and climb Mount Zulu. Það var einfaldlega ævintýri líkast að ganga upp úr dimmri og drungalegri þokunni í sól og sælu og útsýnið var hreint út sagt einstakt. Þið systurnar tókuðu þetta svona skrefinu lengra en við hinn og þið eruð í sauðskinsskóm. Segðu mér aðeins frá því hvernig það kom til. Þetta svona verkefni sem við fórum í fyrir svolítið síðan að prófa að sauma sauðskinsskó og bjóða fólk að labba. Og það hefur verið svona, það hefur ekki marga ferðir verið farnar reyndar sko. En þetta mjög spennandi verkefni. Og það ferðir sem að þið hafi farið í, þið hafi verið líka að taka nesti svona í stíl við skóna? Já, bara þetta gamla kleinur og flatbrauð og mjólkuflösku og eitthvað svoleiðis. Og ekkert mjólkuflösku neitt úr neinu frá fyrirtækinu? Nei, bara glerflöskur gamlar. Þannig bara hafa þetta svolítið gamaldags og fínt. Ég heyrði nú gamla góða, ég heyrði pískrað á leiðinni hvort að þið meittuð ekkur ekkert í grjótinu í skónum. Hvernig eru þeir að reynast að fara hérna upp Zulu? Nei, þetta eiginlega ótrúlega þægilegt. Þetta svona pínu nudd bara. Þetta eiginlega ekkert mál. Þetta er merkilega gott. Það ekki mikið gat á það, held ég. Þannig er þurrt, það kjör aðstæður, þannig. Svo erfitt að vera í bleitu. En þið eru bara í venjulegum ullarsokkum og undir er... Það svona þefðull undir. Þannig það líklega mjúkt að ganga á þessu.
Þannig að þetta eru kannski bara nýju gönguskotnir, þeir gömlu? Já, svona völdum leiðum. Já. Og yfir sumarið, ég myndi ekki vilja vera í þessi volki, sko, yfir veturinn. Og áfram arkaði hópurinn í óraunverulegum kringustæðum þar sem ekki sást til byggða enda lagði skýjahulan yfir Gjörvallan fjörðinn. Ég er eiginlega alveg viss að það er orðið ansið langt síðan að hestur kom hingað á Súlutind síðast. Hvað heldur þú sjálfur? Ég hef ekki hugmyndu það, það er ábyggilega alveg svakalega langt. Vonandi bara 100 árið eitthvað, ég hef ekki hugmyndu það. En hvernig gekk? Alveg rosalega vel, þeir finna ekkert fyrir, þeir tekkið aðeins þessir hestar, þeir eru svo létt með að ganga. Toppformi þessi líka, góðri æfingu. Og hann var að sá burðin á stellinu hérna til að byrja með en mennirnir leistu hann af hérna síðustu metrana. Já, svona halbrattast og svo það rinn ekki aftur á hann er svo grannur. Þessi aktíði sem voru á hann voru bara fyrir aðeins feittari hesta, ég gat ekki hert þetta meira. En hvað kallast hetjan? Hann heiti Kaldi þessi hestur, hann frá Kaldi frá Hellulandi, hann hérna 17 metra þessi klár. Mikill gæðingur, búinn að vera í keppnum í mörg ár og er nú komið nýtt hlutverk að bera upp kampaðin upp á Súlutind. Það var alveg einstaklega mikið vesen, en mikilvægt að kampavínsglösin væri úr gleri, ekki plasti. Þannig væri hægt að skapa réttu stemminguna líkt og á myndinni forðum. Þeir voru hér Moltke Greifi og annar, mann ekki hver það var, og sá hefði fengið bréf frá kærustunni að hún hefði játast honum, að giftast honum. Svo þeir þurftu að halda upp á þetta og allt kampavín var búið, þannig að þeir sendu skeyti niður að það vantaði kampavín upp á Tind. Og það var sendur sérstakur maður úr bænum, daginn eftir komu lítil þúst hérna að færðist nær með 2 flöskur og ekkert annað. Það var kampavínu upp á Tind. Þannig að þeir voru ekkert að spara við sig í góðu. Þetta hefur verið dásamlegt og skemmtileg upprifun og þetta er næstuði hægt að ímynda sér að þetta sé bara hérna fyrir 100 árum síðan ef ekki væri fyrir iPhone-ana og Samsung-græðina og myndagræðina og öllu öðru leyti. En þetta er sem sagt bara dásamlegt og vonandi kannski bara komið til að vera. Já, vonandi förum við fleiri ferðir því að það er hægt að fara það hægt að fólk sem er í yngri þjálfur eins og ég kemst hérna upp á þess að deyja sko. Þetta hafðist, það komu allir með tölu upp og hesturinn líka, hvernig líður með þetta? Mér líður bara stórkostlega, við gengum upp á þokunni í þessa dásin sem hérna er. Við erum búin að skála henni í kampavíni og þetta er bara æðislegt. Og hann hristi bara hausinn að gleði myndatökumæðurinn þegar hann var að taka myndina í þessari fallegu birtu. Já, nákvæmlega, hann lifði þetta af og við öll. Virkilega flott, sko, náðum þessu 2,5 tíma, sýndist mér. Og fólk er hérna á öllum aldri og alveg, já bara ótrúlega hár aldur, fólk skoppar þetta alveg eins og ekkert sé. Já, ég held að elsti sé Pítur Stanning 76 ára og yngsta 18 ára og allt þess að milli, þannig að þetta er bara flott þverskurður af Akureyri, þetta eru megninni til Akureyringar en þetta er bara frábært, virkilega velhefnað. Þetta er svona sann íslensku upplifun. Og þetta er náttúrulega eins og ævintýra heimur hérna, horfi yfir Eyjafjörðinn skíða. Já, það er það og líka að labba upp úr þokunni og horfa á hana hérna niður. Man leist ekki þetta á blikuna þegar við vorum að leggja staði í nauðþykkri þoku en svo sannarlega tókst þetta vel sko. Og það brosa allir hérna á milli. Já, og líka held ég að búningarnir gera eitthvað alla glaða. Við erum búin að mæta nokkrum fjallgöngum á niðurleið sem að svona reka upp stóra augu þegar þið sjá bæði hest og fólk með hatta
og þess aftar sko. Þannig að ég held að þetta verði lengi minnum haft.